Ég heiti Egill Heiðar Gíslason og ég er ráðgjafi. Við læðum að fá hljóða á Já. það? Já, ég heiti Egill Heiðar Gíslason, ég er 67 ára gamall og starfa hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það má segja að ég hafi svona milli 55 og 60 orðið var við það að ég var farin að fá svona ábendingar frá konunni minn og fjölskyldunum um það að ég væri farin að heyra illa og það væri kannski tímabært að láta athuga þetta. Það var svo niðurstaðan að þegar ég verið 60 ára þá ákveður fjölskyldan að gefa mér heyrnartæki á þessum merkistímamótum og ég er auðvitað afar þakklátur fyrir það og ég er þakklátur fyrir það að hafa einmitt þá fengið þessa viðbót sem var auðvitað svo að ég áttaði mig á því þegar ég fór að nota heyrnartækin að þau gerðu svolítið gæfumuninn. Í dag eru heyrnartæki orðin það góð að þau fela í sér ýmiss konar tækni sem maður getur notað í ýmiss konar aðstæður. Eins og það fari maður út á veitingastað, þá getur maður afmarkað sig frá hljóði, umhverfisljóði og síðan er það þannig að maður getur tengt þetta beint við síman og ég hef haft, mér finnst það alveg stórkostlegt. Þetta er mikil bylting og hérna hefur gert mér ekkert nema gott og sérstaklega fólkinu mínu, fólki sem er í kringum mig. Þetta er auðvitað skerðing að hafa ekki fulla heyrn og það er með þetta eins og margt annað að þetta eru dýr tæki og það er ekki á allra færi að eignast þau, að taka þau í notkun einfaldlega vegna þess að það er þyrnir augu fólks hversu mikill kostnaður þetta er. En ég held að heilt yfir þá þurfi bæði stjórnvöld, fyrirtæki og stéttarfélög að horfa til þessa hóps vegna þess að við getum tekið sem dæmi, það þykir eðlilegt og þótt í áraraðir eðlilegt að fá styrk til gleraugnakaupa en það hefur ekki þótt eðlilegt að veita styrk til kaupa á heyrnartækjum og berum saman hver sem er hvort það sé ekki alveg jafn mikilvægt að heyra eða sjá.